Já, hann komin ingan Tóni Mortens, var að koma bara litlarhenni. Þetta er velkomin. Já, takk Gunnar. Núna verið að ræða bara breytingar á undirheimum Íslandi. Það nú hefur dómsmálaráðherra lýst við stríði gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Hann var hérna í gær, Helgi Gunnlaugs, afbrotafræðingur, og hann var að segja það að þessi árás sem var í bankastræti, hann mundi ekki eftir neinu öðru og hann óttaðist mjög að hérna væru bara að ná einhverju fótfestu, einhverju gengi sem hann taldi að sprittu út úr svona, ungir karlar væru á svona jaðri samfélagsins, fengi ekki að koma þér inn og þetta væri bara hættuástand sem væri hér. Þú varst að koma að Litla-Hrauni, hefur unnið mikið með föngum, þekkir mikið afbrotamenn. Hvernig upplifir þú þetta? Ég upplifi afbrotamenn sem menn, sem fólk, sem manneskjur. Það er kjarni málsins. Þegar við förum að setja svona ábreiður á samfélagshópa og einstaklinga og setja svona merkimið á þá sem afbrotamenn, gengi eða hvað eina, þá erum við að mennska þessa einstaklinga og þá töpum við tækifærin á því að vinna með þeim og hjálpa þeim. Af því þá förum við sjálf inn í hennar blekkingaleik og förum að taka tilfinningalegar og vitsmunalegar afstöður til merkimiðana en ekki einstaklingarna sem eru á bakviða. Á bakvið þessa merkimiða eru einstaklingar sem eiga sér sögu, þar sem er að ræða orsök og afleiðingu. Og í þessari atburðarás orsakar og afleiðingar er að finna skýringun á því af hverju þeir eru að brjóta lög eða að fara gegn gildum samfélagsins. Og ef við ætlum okkur að breyta þessari þróun, ef okkur finnst hún óæskileg, sem okkur finnst flestum, þá er þetta lykillinn að því að vinna tilbaka mennskuna í þessum strákum. Því að... Hvernig gerum við það? Við gerum það með velvild og kærleik. Það er erfitt þegar maður kemur með hníf. Nei, á augnabliki atburðarins, þá bregst heilinn við, þú veist. Ef eitthvað reyðist á með hníf, ég myndi reyna að afvopna hann eða skaða hann þannig að hann skadaði mig ekki. Eða hlaupaburtu. Skilurðu, það er bara, þannig erum við smíðuð, græjuð. En sem betur fer þá erum við með heilastarfsemi sem er ekki alltaf viðbrögð, skilurðu. Og þess vegna hefur okkur tekist að þróast sem manneskjur og búa til samfélag sem byggir á siðferðilegum gildum og við kallum það humanity, þú veist. Ef við værum ennþá bara að berja hvern annan með lurkum bara eftir því hvernig við værum, þá hefðum við aldrei farið úr hellinum, sko. Og þegar að maður sér ráðherra bregðast við á þennan hátt eins og Jón gerir gafar þessu samfélags ástandi, að þá finnst manni vanta þarna skynsemina. Ég skil vel tilfinningalega reaksjón og uppnám Jóns í þessum atburðum, en maður myndi ætla að maður myndi leyfa þessu tilfinningaröss að líða hjá og taka síðan vitsmunalega afstöðu byggða á bestu sannindum og þekkingu sem við höfum. Sem hann eiginlega bara vinnur við að gera. Já, hann var ráðinn í jobbið til þess, já. Við nefndu það henni í gær þegar við varum að ræða þessu mála að þú hafi skrifað á Facebook að hann væri kannski hættulegasti maður í refsivörslukerfinu. Já, í því uppnámi sem er í samfélaginu og það stígur eitthvað fram og lýsir yfir svona stríði, þá minnir þetta mann á undirrót vandans í vestrænu samfélag sem er stríð gegn fíkniefnum. Þar var einn einstaklingur sem var svona að snirti í kringum sig og laga sín mál. Það var forseti Bandaríkjanna þegar hann lýsir yfir stríði gegn fíkniefnum til að fá aðgang að stúdentarhreyfingunni og anti-Vietnam-hreyfingunni og pólitískri hreyfingu litaðra einstaklinga í Bandaríkjanum með góðum árangri. Fangelsins fylltust af fólki af þessum uppruna og þetta hafði aldrei neitt með eiturlyf að gera. Þetta var bara pólitísk ákvörðun til að ná yfirhöndunum og undirtökum. Og þannig er eðli valdsins að þegar að valdið einstaklingar sem eru fulltrúa þessa valds sjá sér ógnað, þá gera þeir hvað sem er til að ná undirtökum í orðræðinni. Það snýst þetta, að ná undirtökum í orðræðinni og þú notar hvaða aðferð sem er til þess. Og það getur verið það sem er á bakvið þessa ákvörðun Jóns að fara fram á þessum tilfinningalegu forsendum, að ná þannig á svo einfaldan hátt með því að búa til ótta undirtökum í orðræðinni. Það lítur á eitthvað öðruvísi, þú talar um Nixon, að hann hafi verið að berja strömmurlega við róttæka ungmenna
pólitík, mannréttindi baráttur svartra og fleira, en við hvað er Jón að berjast? Ég held að, sko, það er erfitt að skýra, sko, alveg reynd eins og þegar maður skoðar, sko, ofbeldisneið hjá einstaklingum eða dómgreindabrest hjá einstaklingum, þá vil maður oft kíkja svona, hvað er hérna sálfræðilega undirliggjandi? Er Jón að eiga við eitthvað vandamál sem veldur því að hann fer fram á þennan hátt? Ég veit það ekki, allavega mér finnst þetta svo ótrúlega mikil hérna dómgreindaprestur þarna á ferðinni vegna þess að þegar þú ferð fram á þennan hátt gegn einhverju samfélagshópi þá ert að magna hann upp. Þú ert að hérna efla, þú ert að setja hennar vanda sem þú ert að eiga við í veldisvöxt. Og það var það sem ég átti við í færslinu, þú ert að kveikja elda sem verður kannski erfitt að slökkva. Því að hérna, það sem þetta gerir er að þetta styrkir sjálfsmynd og styrkir sjálfsmynd hópsins sem er svona jaðarhópur og einstaklingarnir sem upplifir sig hafnaða samfélaginu og þegar aðalkallinn lýsir við stríði gegn þeim, að þá bara þéttir á hópin. Eru þeir ekki með undirtökin? Það skiptir einhver máli þó þú setur á allir í fangilsi, þeir eru samt með þeir stýra þessu. Þú veist, það er þetta sem þú á við í bókinu Art of War, að besti hersöfingi þarf ekki að heyja orustu. Hann klárar dæmið á annan hátt. Og með alla þá þekkingu og alla þá fræðinga sem við eigum í háskólasamfélaginu, mannlegt eðli, fíknir, afbrot og svo framvegis, að þá er ég svo hissa á því að þetta ráðuneyti dómsmála skuli ekki vera með starfsóp sem að hann raða sínu besta fólk í, sér til ráðgjafar hvernig hann á að fara inn í þennan vanda. Í stað þess að taka bara tilfinningalega afstöðu. Þannig að það með Brynjar Níelsson sér til ráðgjafar? Já, ég þekki auðvitað ekkert þann mann en hérna hef séð hann svona fyrir mig sem húmórista, sko. Herðu, nú er í umræðinni talað að það sé undirheimarnir séu að breytast, það séu skipulögð glæpasamtök, það séu að verða til gengi og það er rætt svona mynda. Ég rætti við hann hérna, Helga Gunnlaugsson í gær, hann var að tala svona gengi í Bandaríkjunum úr hvaða svona samfélagslegum aðstæðum þau verða til og annað slíkt. Þú vinnur með föngum og þekkir marga afbróðamenn. Gætið þú sagt mér sem að bara íbúið niður í bæ hvers svona fólk það er sem að Jón Gunnarsson var að lýsa yfir stríði af hendur? Ég held að þetta sé bara á baku merkið með hann. Já, baku merkið með hann er þetta bara eins og ég og þú, skilurðu. Það sem við þurfum það sem við hefðum þurft að gera núna þegar það er búið að safna 30 einstaklingum inn í búrið á Hólmsheiði eða hvar þeir eru geymdir, að þá höfum við strax þurft að kasta hérna félagsnetinu yfir hennan hóp og aðstandendur þeirra. Hreinlega við erum hérna með eitthvað sem við köllum gerendur, en við þurfum að veita þessum einstaklingum áfallahjálp. Við þurfum að bjóða þeim bara strax ef þeir vilja hefja strax samræður við þá á faglegum forsendum sem byggir bara á hérna velvild. Hvað gerðist hjá þeir sem veldur því að þú ert hér núna? En er þetta ekki fólk sem hefur mist traust á samfélaginu þannig að þegar samfélagi kemur og byrður hjálp að þá er það svona eðlileg viðbrögð að hafna yfir það? Nei, sko, við getum ekki alhæft með þetta því að þetta er allt einstaklingar sem hver og einn á sína sögu. Margir með slæma reynsla skólakerfinu, slæma reynsla lögreglunni. Já, en sá dagur getur komið og þess vegna er það svo mikilvægt að fangelsin séu staður sem grípur fólk en ekki bara refsar. Að fangelsin séu staður tækifærana fyrir samfélagið og einstaklingarna sem raða þar inn. Og við getum alveg byggt upp öryggi í fangelsi þannig að þú reyna að tryggja það að þú skaðir ekki sjálfan þig og aðra, en leið gert þetta á vettvang samtals milli fagsfólks og kunnáttu og þeirra sem vilja þiggja þetta samtal og hjálpina sem kæmi út úr því. Við erum búin að sjá ótal dæmi af einstaklingu sem hafa verið óvinir samfélagsins númer 1 sem hafa náð bata í gegnum það að það myndast traust milli tveggja einstaklinga og þegar traustið er komið þá fara menn að heyra og þá er hægt að byrja að tala saman og við megum aldrei missa trúna á því að einstaklingur í fangelsi er áfram manneskja og það sem kjarnin er heill.
við getum aldrei sagt til það hver í hópnum það sem fær bata og hver ekki. Þetta svo mikilvægt vegna þess að fangelsi speglar allan samfélagsmóralin, öll samfélagsgildin í raun og veru eru endurspegluð í hvernig komum við fram við þessa einstaklinga. En þú ert að tala menn sem eru á Litla-Hrauni og Hólmsheiði, en svona samkvæmt fréttum þá þetta svona ungir menn, kornungir. Já, það þetta hópurinn að yngjast af þeim sem að fara inn í fangelsi. Það segir dálítið til það hvað samfélags utanáhaldið á fólkinu okkar, hvað möskvarnir að bresta. Og ef við ætlum okkur að laga þetta þá þarf að setja fókusinn alveg á stóru myndina. Það eru barnafjölskyldur, það skólakerfið, það stuðningu við foreldra, þetta bæði félagslegt og pólitískt mál. Hvernig aðstæður verða til þannig að ungir karlmenn aðalega. Hvernig þeir finna sér öryggi í þessu í afbrotum og í svona hópum. Vegna þess að þau hafi ekki aðgengi einhvern veginn inn í samfélagið og upplifa að samfélagið hefði sig ekki bjóða velkomna. Þetta snýst svo mikið þessi sannindum rof og tengsl. Einstaklingur í rofi dálítið ofiseldur varnarkerfum hugans og varnarkerfi hugans þegar maður keyrir á því, það aggressjón. Það eru mjög prímitífi hlutir á ferðinni, sko. Þess vegna snýst þetta svo mikið að tryggja ást og umhyggju hjá börnum og unglingum og kenna þeim gefa þeim kunnáttu þar sem að þau geta sjálf haldið á sjálfu sér og það gerum við með því að kenna tilfinningalæsi og það sem einhvern tíma var kallað lífsleikni. Við þurfum að setja meiri pening og meiri kraft í þennan þátt og þegar við erum að ræða þessi mál að setja peningi að vopna lögregluna og allt þetta allt skiljanlegt út frá þessu tilfinningavinkli. Þessu fyrstu viðbrögðum fyrstu viðbrögð þegar eitthvað ryðst inn á þig þá bara slærð á móti og svona en það kemur ekkit út úr því annað en vesen. Við erum með fangelsi í dag sem fjársvelt undirmannað í hræðulegum húsakynnum og þetta, hræðulegu húsakynni fyrir bæði starfsfólkið, ég bara skil ekki hvernig opinberir starfsmenn sem starfa í fangelsinu á Litla-Hrauni, hvernig þeir halda út í þessum kytrum og kompum. Og ef við ætlum okkur að minnka endurkomu í fangelsinu og gera fangelsi, það óhjákvæmileg stofnun, en að gera það stað þar sem tækifæri fyrir samfélag og einstaklingarna sem fara þangað inn, þá þurfum við að gera algjöra byltingu á þessum vettvangi. Og svo í fangelsmálum? Já, fangelsmálum. Því það virðist vera svo mikið skömm, það virðist vera svo mikil svona eins og maður slettir svona shame þessi málaflokkur. Allir sammála nauðsyn þess en enginn vill taka á því. Enginn vill, þetta svona menn eru hræddir að óhreinka sig á þessu og þetta ekki þess virði. Ég get talað þetta á sunnudögum en ég fer aldrei og snerta á þessu. Í stað þess að mæta þessu með öllum þeim krafti og öllum þeim dignity sem samfélagið á og sýna við ætlum að láta öll okkar gildi endurspeglast í því hvernig við tökum á móti þessu fólki þegar það komið á þennan stað eftir kannski ryllilegt ferðalag sem skadar bæði þá og svo eru fullt á þolendum í þessu ferðalagi og svo aðstandendur og svo framvegis. Ef maður fara með þig framfyrir fangelsið og framfyrir glæpinn, að þá var Helgi meðal annars að tala það eins og þú, að það þurfi stuðning við barnafjölskyldur og drengina. Hættan svo að þetta séu drengir svona, 15 til 25 ára sem að verði einhvern veginn í einhverjum svona gengjum og það yfirleitt þeim sem að upplifa einhvern veginn að þeir hafi ekki einhverja kosti í samfélaginu, séu einangraðir, jaðarsettir, þekkt dæmi í Bandaríkjunum hverfi svartra og sömuleyti í Svíþjóð núna,
sem að Helgi tók fram að væri ekki tengt innflytjendum, heldur væri þetta yfirleitt sko lágtekjuhópar, það væri yfirleitt ungir karlar sem upplöfu það að þeir hefði ekki svona aðgengi inn í samfélagið. Nú er byrjað að tala um þetta, en mér finnst eins og við séum búin að vera alla þessa öld að tala sko óvirkni ungra karla. Það er mikið talað að þeir sé ekki nógu góður í að lesa, það er mikið brottfall úr skólum, 70% af nemyndunum í háskólanum eru konur og hvar eru kallanir, svo farið að leita að þeim og það eru svona margir sem í vinnu og svona margir í námi og svona margir sem atvinnuleysisskrá og svo bara einhver hópur sem maður finnst ekki. Þannig að við erum eiginlega búin að vita af því að það er eitthvað að ungu köllunum okkar, langan tíma. Hvað er það, Tóli? Sko ekki það að ég telji mig neitt sérfræðing í þessu, því ég held að þarna séu að horfa á pólitískan og félagsleg svona flekaskil milli kynja í bara sem þetta er svona í rás aldana sko, sem við erum að horfa á þessar miklu breytingar í hérna menningu, í karlamenningunni og hérna það er mikil gagnrýni á karlamenninguna, eðlilega, það er mikið uppgjör í gangi í karlamenningunni en það er eins og það sé ekkert að koma inn í staðinn og menn eru skildir dálítið eftir vopnlausir í skömm forfeðrana yfir því að vera karlmenn og öll þessi geta sem við höfum svona í kynreynd okkar, hún er ekkert í neinni endurskoðun, það er ekkert verið að virkja hann aftur til góðra hluta. Við karlmenn erum með hellinga frábærum hlutum sem er hægt að virkja í frábæra hluti, en það hefur ekkert verið farið í að greina eða byggja upp eða ýta undir. Það er, á þess að geta svona kasta þessu fram sem einhverju kenningu að þá sér maður samt það fyrir sig hvað þeir eru lost og þá komum við að þessum hlut að þegar þú ert í vanlíða og þegar þú ert í ójafnvægi þá sækistu eftir vellíðan og hann er svo oft að finna í hópnum eiturlyfjum og líka í einhverjum en goggunarröðin og hagkerfið sem þessi minnihlutahópar eru í hverfast eiturlyf og það býr líka til þessa sérstöðu og býr bókstaflega til menninguna sem að ofbeldis menningi hverfist í kringum ólögleg eiturlyf og hérna þannig að ef við ætlum að fara í rót vandast þá verðum við að endurskoða afstöðu okkar til ólöglegra vímuefna af því að það býr til hagkerfi, strúktúr og menningu sem þú getur samsanaði við og fengið viðurkenningu og orðið maður með mönnum inn í því umhverfi. Og fengið mikið pening til þess að gera alls konar. Já, þetta er bara hagkerfi. Þetta er bara samfélagin í samfélaginu sem lítur eigin lögmáli og það sem næri það er þessi pólitíska ákvörðun tekið 1968 hvernig það var í Bandaríkjunum að banna ákveðin efni út af og svo framvegis. Og þegar þetta er skoða, þegar þetta er svona, þú skoðar þetta með einhverju skynsemi og stendur ekki steinn yfir stein í þessu. Þetta er bara ein tilfinningareaksjónin, ég leyfi mér að segja heiláþvottur bara í heilu vestræn samfélög, þar sem að milljarðar á milljarðar ofan eru settir í vopnaburð og vígbúnað og svo hins vegar að fjármagna glæpahópa sem stýra heilu ríkjánum í Suður-Ameríku og víðar. Sko. Og þér finnst hérna yfirlýsing Jóns og svona umræðin undanfarna daga benda til þess að við séum að kjósa að fara þessa sömu leið? Það er ekki spurning. Þetta er bara, við erum með söguleg dæmi sem sýna þetta og við erum með fræðilega skilgreiningar á því hvernig einstaklinga bregðast við ögrun eins og þessari. Við vitum alveg, þetta er uppskrift að veseni. Og þetta er að versna. Með þessu áframhaldi að verður, þá stigmagnast þetta á báða bóa og það fer ekki vel. Við erum með tækifæri núna, við getum litið á þetta upplaup sem tækifæri til endurskoðanar á samfélagsgerð okkar,
laga umhverfi og að marka einhverja stefnu til framtíðar, hvernig viljum við halda utan um þetta samfélag með þessum ólíku hópum sem eru að gerjast inn í íslensku samfélagi í dag. Þetta er ekki lengur bara afkomendur Íslendingabókar sem eru á ættamótum hér að þar blind fullir. Þetta er orðið dálítið meira og fjölbreyttara og við þurfum bara að taka afstöðu núna. Og hvernig gerum við það? Ég held að við gerum það með því að styðjast við okkar besta fólk sem hefur þekkingu á þessu. Þá er ég að tala um eins og Margréti Waff, lektor og Helga og fullt. Við erum með fullt af fínu fólki sem getur lagt okkur lið. Já, og þú? Helgi var hérna í gær, Margrét kemur hérna á 50-daginn, við ætlum að halda áfram að ræða um þetta. Já, gott. Og ég ætla líka að finna ykkur að leið til þess að ræða um ungkarlamenninguna. Því að það hefur komið fram bara víða um heiminn að stundum tengt COVID, svona félagslegri röskun sem að var í kjölfar þess sem að var miklu alvarlegri kannski víðast annars þar en á Íslandi, minni skóli og meiri félagslega einangrun. Sömuleyti svona tengslamyndunum fluttist yfir á netið. Að þá gerist sérstakir hlutir. Að þá gís upp í svona ungkarlahópum algjörlega stjórnlaus kvenfyrirlitning og ofbeldi gagnvart konum sem að menn töldu að við værum svona hægt og bítandi að þú veist, í einhvern veginn á réttri leið með, allt inni kemur feiknarlegt bakslag. Það er alveg augljóst að því þú ert stikkfrí á netinu. Það er engin fullorðin að dekka þig, það er engin síja, það er engin móralisering á rétt og rangt. Heldur er þetta bara jafnaldraðinir að mana hvern annan í að gera þetta og gera hitt. Og þetta býr til rosalega spennu og rosalega útrás og síðan verður bara til menning út úr þessu. En sko við sjáum þessa kvenfyrirlitningu hjá ungkörlum, en við getum líka að segja hvernig við höfum gjaldfellt vitsmuna umræði í pólitík hjá hinum fullorðnum. Vitsmuna umræða samfélag, pólitík og þess áttar er að víkja meira og meira fyrir tilfinningareaksjón og valdamanna hverja aðra. Að pólitík er eiginlega ekki að snúast lengur um hugmyndafræði, framtíðarsýn eða hvert stefnu, hvað ber að gera og svo framvegis. Þetta er orðið að þú skildir hafa hagað þér svona í gærkvöldi. Og þingheimur snýst það að ræða einhverja gildis, einhverja einstaklinga. Svo koma fréttamenn og ræðum það hvernig fannst þér að nú koma frá þessu og stóðum sig ágætlega og þetta er orðið bara eins og þessi endalaust American Idol. Þessna, sko, ef við horfum á hvað snjallheimurinn er að gera fyrir okkur sem manneskjur, að hann er að búa til allt önnur samskipti og allt önnur gildi og hann er að opna svo mikið á bara þetta skjótræði, þessa fljótferni, þetta vanhugsaða viðbragð. Það er bara stjórna því hvert við erum að fara. Af því það gefst ekkit andrými til að hugsa málið. Nei, engin vettvangur til þess og engin vilji til þess. Nei, þú veist. Ég er ekki svartsýnn, ég er bjartsýnn. Ég held að við vinnum okkur út af þessu. Herðu, ræðum saman seinna það, Tolli.